Ég heiti Jón Vilmundarson, bý hérna í Skeiðholt í 1. Við erum búin að standa fyrir búi hérna í einhver 25 ára. Þar áður voru foreldrar mínir bændur hérna og afi minn og amma þar áður. Þannig að þetta er þriðja kynslóðin. Svo eigum við 4 börn og 8 barnabörn og þau hjálpa okkur mikið í þessu. Við búum hérna við blandað bú. Við erum með 60 kindur og hvað svipað á hrossum, svolítið í hrossarækt. 100 álftir, þær eru reyndar ekki allt árið hérna, en þær eru svona mjög stölsefnar hérna á vorin. Ég get sennilega ekki eignað mér þær. Svo erum við með 70 mjólkurkýr og nautaeldi og það er svona samtals 300 nautgripi og einhverjar 25 anguskýr. Áður en að nautastöðin á Hesti þau fóru að rækta angus, þá vorum við búin að vera með limbúsín, blendinga og Galloway. En svo þegar nautastöðin fór að keyra út sæði bara hreinræktað úr angus, þá fór þetta svona að taka flug, ef sem má segja. Og við erum búin að byggja upp bara ágætis stofn með holda kúm sem ganga úti yfir sumarið. Og þær hafa komið svona inn á hús í nóvember og verið inni yfir vetrartímann, svona kaldasta tímabilið. Og þær eru bara með naut sem sinnir þeim og þær hafa verið að bera bara sjálfar úti og kálfarnir ganga undir þeim. Og þær eru náttúrulega með töluvert meiri vaxtarhraða og holdfylltari skrokk. Þannig að það gefa betur og meira af sér heldur en íslenskar kýr og íslensk naut. Svo er það svolítið flottar að sjá svona bikasvartar grænum velli, sko. Svo er búið að rækta þetta norska anguskyn sem við erum með, að það eru miklu léttari burður. Kálfarnir fæðast tiltölulega litlir en eru svo með mjög mikið vaxtarhraða eftir að þeir komast á legg. Þannig að það verða minni afföll við burð. Þeir eru mjög rólegir og miklu minna fyrir þeim haft svona í uppeldinu og minni slysahætta þeim í rauninni, því að þeir eru bara gæfari og meiri kjötgæði og í rauninni alveg allt annað kyn heldur en íslenska kúakyni í kjötframleiðslu og meiri bragðgæði og eftirfóttari vara.